Jæja, klukkan er 12:15, við ekki bara að byrja á rétt tíma og ég að taka upp fundina, við ætlum að reyna að koma honum á vefinn, af því það kannski einhverjir sem vilja horfa á hann eftir á, þannig vitið af því. Ég ætla bara að byrja að bjóða ykkur velkomin á þennan kynningarfund um uppbyggingarsjóð Suðurlands. Ég vona að heyra allir í mér. Ég heiti Guðrún Ásdís Sturlaugsdóttir, er hérna á Höfn í Hornafirði en vinn fyrir Samtök Sunnlenskra sveitarfélaga, eða SAS eins og við köllum það, sem að já, og sé um kynningamál fyrir uppbyggingarsjóðinn meðal annars. Markmiðið með þessum kynningafundi er þetta að leiðbeina íbúum hérna á Suðurlandi eða fólki sem ætlar að sækja í sjóðinn umsóknarferlið. Og þetta verður ekki tæmandi listi en vonandi gefur ykkur svona helstu upplýsingarnar og góða punkta inn í þetta ferli. Og við viljum þetta líka bara vekja athygli á sjóðnum og viljum fjölga góðum umsóknum í sjóðinn og þannig að bara endilega benda sem flestum á sjóðinn og hvaða tækifæri hann hefur upp á að bjóða. Svo erum við líka aðeins að fara yfir úthlutunarreglurnar, þær eru nýlega uppfærðar og eru reglulega uppfærðar, þannig að förum aðeins yfir það. Ætlum aðeins að skoða líka hvað þarf bara til að móta gott verkefni eða góð umsókn og hvernig við getum aðstoða ykkur í því ferli. Ef það eru einhverjar spurningar þá væri gott að fá þær bara í lokin eða setja þær í spjallið og þá getum við farið í gegnum það í lokin. Endilega kastið þið þar inn. Bara ef við skoðum aðeins sjóðinn, hvernig sjóður er þetta og hvernig verkefni styrkir hann, hvað þarf að gera til að vera líklega til að hljóta styrk. Uppbyggingarsjóðurinn er hluti af sóknaráætlun Suðurlands sem er stefnumörkun fyrir allt Suðurland í heild sinni sem er unnin af SAS og þar af leiðandi öllum sveitarfélögunum. Þau eru unnin bara bæði af íbúum og sveitarfélögunum á Suðurlandi. Og stefnan tekur á umhverfismálum, atvinnu og nýsköpun og samfélag og menningu. Og uppbyggingarsjóðurinn er bara eitt verkfæri í þessari stefnu til þess að reyna að ná markmiðum okkar þar. Þannig að markmiðin í stefnunni birtast líka í úthlutunarreglum sjóðsins og er í rauninni sprottin úr þessari heildarstefnu sem sóknaráætlun er. Þannig að markmið er helst að styðja við atvinnusköpun, nýsköpun og fjölbreytt menningarlíf á Suðurlandi. Það er umsóknarfresti 2 á ári, það er yfirleitt í byrjun mars og október og núna er næsti umsóknarfrestur 3. október og það er klukkan 4. Bara benda sérstaklega á það. Það verður búið að skila inn fyrir klukkan 4. Og við hvetjum ykkur til að skoða heimasíðan okkar sem er sas.is og undir síðan uppbyggingarsjóður er uppbyggingarsjóður síðan. Þar eru líka slatta góðum upplýsingum og undir því líka hægt að finna ráðgjafasíðu sérstaklega fyrir uppbyggingarsjóðan og fleira. Sjóðurinn skiptist í 2 flokka. Við erum með menningarflokk annars vegar og svo atvinnuþróun og nýsköpun. Og ef við kíkjum bara aðeins á menninguna þá er það auðvitað bara alls konar fjölbreytt verkefni sem að geta komið þar í gegn og hafa komið þar í gegn síðustu árin og eiginlega mjög líklegt að flestir Sunnlendingar hafa einhvern tímann sótt viðburð sem hafi verið styrktur af sjóðnum þar sem þetta er orðið ansi mörg verkefni. Uppbyggingarsjóðurinn er svona samkeppnissjóður, það er að segja, það er fagráð sem að fer yfir allar umsóknir sem koma inn í hvort flokk fyrir sig, það er sérhvert fagráðið og gefur rauninni og metur umsóknirnar út frá ákveðnum matsþáttum og hæsta einkunnin í rauninni, þau verkefni sem hljóta hæsta einkunn eru líklegast, eða eru þau sem fá styrk í rauninni, það er bara raða eftir einkunn og í rauninni bara svo lengi sem að umsóknin uppfylli úthlutunarreglur. Það er mjög mikilvægt að skoða þær vel því að það er rauninni alveg hægt að bara missa verkefni út úr sjóðnum út af því að það er ekki að uppfylla allar reglurnar. Sjóðurinn vill ná frá markmiðunum sem tengjast beint þessar sóknaráætlunum sem við erum að tala og í þessu tilfelli er þá markmið að efla menningarstarfsemi og listsköpun á Suðurlandi. Þannig að það frekar opið markmið og mikið af verkefnum sem geta fallið undir það. Það er skilyrt að í samkvæmt úthlutunarreglum að verkefni verði að falla að markmiðum þess flokk sem verkefni tilheyrir. Þannig að þá er eiginlega bara svona spurningin hvort að verkefni sem að þið eru að spá í að setja inn, uppfylli markmið sjóðsins og reyna svona að skoða hvernig það hægt að þróa verkefnið þannig að það passi við sjóðinn. Og flestir sjóðir eru svona, þeir hafa einhver ákveðin markmið sem þeir vilja reyna að ná og það þarf það aðeins að kannski skoða verkefni með það í huga. Áherslur í
hverjum flokki fyrir sig eru aðeins ólíkar og það ekki nauðsynlegt að verkefnið stemmi við áherslunar en það samt meiri líkur að fá hærri einkunn ef það hægt að samsvara sig við ykkur áherslur. Og áherslur í þessum flokki þá viðburðir og samstarfsverkefni á sviði fjölmenningar, verkefni sem styðja við rými til listsköpunar íbúa og þróunarverkefni meðal safna, setra og sýninga, verkefni sem hvetja til samstarfs á milli tveggja eða fleiri aðila, innan og utan Suðurlands, milli listgreina og uppsetningar viðburða á fleiri en einum stað. Svo verkefni sem fela í sér að styðja við listsköpun og menningarstarf ungs fólks, listasmiðjur og listkennsla fyrir börn og ungmenni og menningarverkefni sem styðja við aukna umhverfisvitund, sjálfbærni og eða byggja á menningararfi Suðurlands. Þannig að það mikilvægt að ef að verkefnin passa við eitthvað þessum áherslum að taka það fram. Og ef við skoðum svo atvinnuþróunar og nýsköpunarflokkinn, þá eru markmiðin í þessum flokki að styðja við atvinnuskapandi og framleiðni aukandi verkefni og að styðja við nýsköpun og verkefni sem efla fjölbreytileika atvinnulífs. Það ágætt að taka fram hér að þetta í rauninni verkefnastyrkir og ekki hugsa til að standa undir hefðbundnum rekstri, það ekki styrkháir kostnaður bara. Og verkefni þurfa þar alveg að hafa upp á endi og styrkirnir eru í hámarki til 12 mánaða. Og verkefnin bara svo mikið að skilgreina verkefni innan þessa tímabils, þannig að við hvetjum fólk til þess að brjóta niður verkefni ef þetta eru stærri verkefni og reyna að hugsa þetta bara í 6 til 12 mánaða verkefni til dæmis, af því að við útveitum 2 á ári, þannig að stundum hefur fólk líka bara minnkað enn meira og reynt að hugsa bara næstu 6 mánuði fram í tímann og sækja það aftur fyrir næsta hluta eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það alltaf að hugsa þetta bara sem eitt stakt verkefni sem hefur upp á endi. Og hér áherslurnar fyrir atvinnuþróun og nýsköpun. Það sem sagt áherslur að nýsköpun meðal starfandi fyrirtækja og markaðssókn fyrir vörur og þjónustu inn á nýja markaði. Nýsköpun í orkunýtingu og matvælaframleiðslu og þróunarverkefni á sviði skapandi greina og hátækni. Verkefni sem fela í sér að styðja við nýsköpunarstarf ungs fólks og verkefni sem stuðla að sjálfbærni og jákvæðum umhverfisáhrifum og verkefni lúta að sókn í alþjóðlega samkeppnissjóði, rannsóknir og samstarfsverkefni sem tengjast markmiðum sjóðsins. Og ég ætla aðeins að skoða úthlutunarreglurnar nánar. Það kannski í rauninni bara matsþættirnir, þetta þannig að hvert verkefni metið út frá ákveðnum matsþáttum og er gefin einkunn og þeir eru aðeins til að sjá þetta vel í úthlutunarreglunum sem eru á vefnum okkar og þeir getið prófað að nota þennan QR-kóða líka taka mynd af því, bara beint inn á þetta. Það eru þessar spurningar sem fagráðið að spyrja sig, fellur verkefni vel að markmiðum áherslum og eins þegar þeir að skrifa umsókn þá líka hægt að spyrja sig þessara spurningu bara, eða þessara 5 spurninga. Þetta atvinnusköpun til lengri tíma og heilsársgrundvelli á Suðurlandi? Mikil nýsköpun og eða nýnæmi á Suðurlandi? Og svo spurt forsendur og útfærslu, eru þau raunhæf og þekking og reynsla til staðar og að styrkveitingin hafi mikil áhrif á framgang verkefnisins. Svo í menningunni, þá það fellur það vel að markmiðum og áherslum, hefur jákvæð áhrif á samfélag, menningu og mannlíf á Suðurlandi, felur í sér nýtt tækifæri eða nýtt verkefni, frumsköpun eða fjölbreytni í menningarlífi, forsendur og útfærsla raunhæf, þekking og reynsla til staðar og styrkveiting hefur mikil áhrif á framgang verkefnis. Þetta þessi matsþættir sem eru nýttir til að gefa einkunnina. Svo nokkur atriði sem ágætt að einbra á í tengslu úthlutunarreglurnar. Það nauðsynlegt að hafa skilað áfangaskýrslu eða lokaskýrslu vegna fyrri verkefna og til þess að geta sótt annað verkefni eða fengið hlotið styrk. Og það má alveg gerast bara það þarf ekki að gerast fyrir þið megið sækjum verkefnið en á meðan að vera að meta verkefnið þá þarf að vera búið að skila inn eða áður en að skrifa undir samning fyrir nýtt verkefni allavega. Það ekki krafist mótframlags eins og var áður en þetta mjög mikilvægt að greina samt frá heildarkostnaði verkefnisins og hvernig ætlunin að fjármagna það, hvort það þá með eigin framlagi eða öðru og eigið framlag núna metið á 5.800 krónur, það var að breytast og við þurfum tímaskýrslur, það þarf að halda þær til þess að þær eru forsendur útgreiðslu og það getur skipt máli og vegna þess að það til dæmis verið að meta forsendur og útfærslu verkefnis og það
að sá sem að gera verkefni ætla að taka þátt í því bara jákvætt. En þetta þarf í rauninni mótframlag ekki endilega bara fjármagn, heldur einmitt þetta bara þessi eigin vinna sem oft vanmetin af frumkvöðlum miklu meiri heldur en maður gerir sér grein fyrir kannski eða hugsa út í. Það þarf auðvitað að huga styrkhæfum kostnaði, það ekki allt styrkhæft og ef verkefnið sent inn með fullt af óstyrkhæfum kostnaði þá þetta bara ólíklegra að það hljóti fulla styrkveitingu eða einhverja. Þannig að það þarf að skoða vel í úthlutunarreglum hvaða sem styrkhæft og gera grein fyrir því. Þannig að það í rauninni ekki til dæmis styrkhæfta rekstur, eins og ég talaði áðan, rekstrarkostnaður eða búnaðarkaup eða slíkt, nema það eru frávik á sérhæðum búnaði til vöruþróunar og þá þarf að rökstyðja það sérstaklega. Umsóknir sem eru hærri en 2,5 milljónir, það eru bara þær eru með vísa frá án efnislegra meðferðar vegna þess að það regla sem að segir að einstök styrkveiting úr sjóðnum getur verið að hámarki 2,5 milljónir. Það mjög mikilvægt að óska ekki eftir hærri upphæð en það og passa á áætlunin gangi líka upp með það. Svo það bara hvað einkenni góða umsókn. Það þarf að skilgreina verkefni vel og passa þennan ramma sem við varum að tala um að þetta hafi svona upphaf og enda og oft eru verkefni, þeir sem að skrifa verkefni búin að pæla mjög mikið í þeim og vita nákvæmlega hvað alltaf að hugsa á, en það kannski ekki endilega þannig fyrir þá sem að lesa í fyrsta skipti og mikilvægt að skilgreina vel og lýsa þið vel hvað verið að fara að gera. Svo líka spurning hvort sem verið að nýta þá þjónustu sem í boði en við höfum skoðað það í könnunum að þeir sem að sækja ráðgjöf, þeir eru líklegir til að fá styrk og mjög mikilvægt og gott að geta nýtt sér það að láta lesa yfir eða bara fá aðstoð við að þróa verkefni þannig að passi betur að sjóðnum eða gangi betur upp í eins og með markmiðin og áherslurnar. Og þetta líka hvort að umsóknin sé í samræmi með úthlutunarreglur en þeim getur verið vísað frá bara ef að þær eru ekki í samræmi með það og eru allar upplýsingar í umsókninni eftir þetta. Það gleymist stundum að segja frá okkur sem mikilvægt. En manni finnst maður bara að vita sjálfur og sé augljóst, þannig að passa að sé allt sem skiptir máli og láta einhverja aðra lesa yfir rosalega gott. Við hvetjum fólk til að vera tímalega, bara byrja að skrá sig inn og byrja aðeins að fikta í umsókninni og sjá hvaða spurningar það eru, það bara strax eitt gott skref og við erum ekki á síðasta séns því að svo líka varðandi ráðgjöfina sem við bjóðum upp á, þá þetta mjög erfitt að fá tíma alveg á síðasta séns og mikilvægt að vera búin að heyra ráðgjafa allavega helst viku fyrr eða jafnvel fyrr. Og svo þetta vandað til verka, það bara gefur nú svolítið í skyn ef að umsóknin illa útfærð og svona, en mikilvægt bara að fá aðra til að lesa yfir og nýta þess ráðgjöfina aftur þarna og kíkja á stafsningu og svona þó að það sé ekki aðalatriði þá þetta bara hefur það áhrif á endanlegu svona ásýndina. Ég ætla aðeins að segja ykkur frá byggðaþróun fulltrúum okkar á Suðurlandi og ráðgjöfinni sem í boði. Eins og þið sjáið þá erum við ansi mörg í mynd og ég held að við öll sem erum í mynd störfum á þessum vettvangi og nú það þannig að við erum með þessi 7 svæði á Suðurlandi þar sem við höfum einn byggðaþróun fulltrú á hverju þeirra. Það var reyndar eftir að ganga frá því í Skaftahreppi eins og þið sjáið, þá það ennþá tómt en við þessir byggðaþróunarfulltrúar, þeir sem þið sjáðu á skjánum, þau hafa þau hlutverk meðal annars að sinna ráðgjöf og handleiðslu til frumkvöðla og fyrirtækja og einstaklinga og með sérstaka áherslu á atvinnuþróun, nýsköpun og menningu og auðvitað uppbyggingarsjóð Suðurlands líka og þau fylgja líka eftir styrkveitingum og sjá til dæmis samningagerð, aðstoða ykkur við að gera samningana ef að kemur til styrkveitingar. Og við bara hvetjum ykkur eindreglega að panta viðtal með góðum fyrirvara af því að það vont að vera á síðasta séns og þau geta aðstoða við að móta og þróa verkefnið og þannig að gangi og passa að sjóðnum og lesa yfir og gefa góð ráð og punta á svona. En mér langaði bara að taka hringinn ef ykkur sem bara byrja að leyfa þeim að bara leyfa ykkur að sjá þau betur. Ef við byrjum bara í Hornafirði til dæmis.
Já, við erum 2 á Hornafirði og við erum nýjar báðar inn í þetta verkefni. Þannig að ég heiti Kristín Vala og Hugrún Harpa er með okkur í mynd líka. Og við ætlum að vera með 2 kynningafundi í næstu viku, á 5. í Öræfunum og á 1. í Nýheimum á Höfn. Þannig að bara hvetjum allir að koma þangað og tala við okkur og fá smá næði með okkur til að fara yfir umsóknir eða hugmyndir eða eitthvað slíkt. Ekki, takk fyrir þetta. Skaftarhöfn er tómur, en ef þið eru í Skaftarhöfn þá getið þið bara heyrt í okkur hjá SAS og við leysum úr því á meðan það er þannig og þá ætlum við að kíkja á Hörpu í Mýrdalshreppi. Já, góðan daginn öll. Harpa Elín heiti ég og ég er í Kötlusetri í Vík í Mýrdal, Víkurbraut 28 og bara hjartanlega velkomnir og velkomin öll að kíkja til mín þeir sem eru þar og það er náttúrulega bara standandi opið hús, þannig að það er hægt að koma og kíkja við og endilega taka spjallið. Ég er svo sammála Guðrúnu með það. Það er svo gott að spjalla aðeins hugmyndina við einhvern, jafnvel þó maður sé með þetta alveg á hreinu og því þá líka frekar ef maður vill svona aðeins þarf aðeins að hlusta á sjálfa sig. Þannig að bara endilega kíkið við. Og það getur líka verið að við setjum upp einhvers konar kynningu fyrir sjóðinn núna, ekki á Höfnin, en það er allavega alltaf hægt að koma við. Glæsilegt, takk fyrir. Og Hörður, Vestmannaeyjum. Já, sælveriði. Hörður Baldursson heiti ég og ég sinni þessu starfi hérna í Vestmannaeyjum. Ég hvet eindregið þá sem hafa áhuga að sækja verkefni í sjóðinn að koma við hérna. Við erum í Ægisgötu 2 og annaðhvort að koma bara við og hvort það sé mögulegt að spjalla strax eða þá að panta eitthvað tíma og við finnum eitthvað sameiginlegan tíma til að setjast niður og fara yfir hugmyndina og kannski fara yfir umsóknir í leiðinni. Bara endilega, því fleiri umsóknir því betra. Frábært, takk. Og Stefán, í Rangárvallasýslu? Já, komið sæl, ég heiti Stefán Friðrik og í ráðinn byggðarþróunarfulltrúi í Rangárvallasýslu. Eins og fram hefur komið, ég tek bara undir þetta sem Hörður var að segja, bara endilega að hafa samband eða kíkja við. Ég er staddur á Hvolsvelli og verð líka með einhverja viðveru á Hellu og ætla mér að vera svolítið duglegur líka að keyra en ég er ennþá bara í 50% starfi, þannig að ég hef kannski ekki tök að vera með kynningafundi eða eitthvað svoleiðis núna, en mögulega texta næst. Frábært, takk fyrir. Og Lína Björg, uppsveitum Árnessýslu. Já, komið sæl. Ég er líka nýbyrjuð sem byggðarþróunarfulltrúi hérna í uppsveitum Árnessýslu og sannarlega hvet fólk til að kynna sér vel sjóðinn og sækja ef þeir hafa einhverjar hugmyndir sem getur fallið að þessum flotta sjóði. En ég er staðsett hérna í félagsheimilinu Haraldingu eða Henrikvík Lágskólabyggð og það er alltaf hægt að senda mig tölvupóst eða koma við. Ef fólk hefur einhverjar hugmyndir eða vill fá upplýsingar eða aðstoð, þá er ég bara boðin og ég hlakka til að taka á móti fólki sem að mér koma við. Frábært, takk fyrir. Og þá er það Ingunn á Selfossi, eða neðri hluta Árnessýslu. Já, neðri hluti Árnessýslu. Já, sæl öll og takk fyrir þetta. Já, ég er Ingunn, ég er staðsett hérna í Fjölheimum á Selfossi sem er stóra byggingin við hliðina á Sundlauginni. Og hér er sem sagt háskólafélagið sem að sinnir þessu hlutverki fyrir neðri hluta Árnessýslu og þið eru að sjálfsögðu hjartalega velkomin að koma og hitta okkur hérna í Fjölheimum. Ég sá fyrir mér að vera með opna vinnustofu, er ekki alveg komið dagsetningu en ég mun senda út auglýsingu varðandi það. Ég er einnig búin að vera að fara inn í sveitarfélögin, þessi 4 sveitarfélög sem að eru í rauninni undir mínum hatti og kynna þetta verkefni byggðarþróunarfulltrúa sem og sjóðinn. Þannig að þið getið líka nálgast upplýsingar inn í ykkar sveitarfélögum og haft samband við mig þaðan. Þannig að það er í rauninni, það er allt opið. En ég er fyrst og fremst bara hérna tilbúin að taka á móti ykkur og er nú þegar farin að taka á móti fólki sem er með hugmyndir og erum að þróa móta. Þannig að þetta er alltaf mjög skemmtilegu tími, mikið fjör og stuð. Dásamlegt, takk fyrir þetta Ingunn. Herðu, þá erum við búin að fá smá kynningu, geggjað, takk fyrir þetta öll. Og höldum aðeins áfram bara næsta glera.
Hvernig sótt það eiginlega bara þægilegast að fara beint inn á sas.is/uppbyggingarsjóð og smetla hérna sækjum hér. Það leiðir ykkur þá á umsóknarkerfið okkar sem sóknaráætlun.is en það leiðir ykkur líka beint inn á okkar hluta því mjög mikilvægt að skrá sig inn á réttan landshluta og við erum tilheyrum samtökum suðurlenskra sveitarfélaga og það þarf og mikilvægt að skrá sig með réttum íslykli þeirra sem ætla að sækja og ef sá sem að skráir sig inn í upphafi umsækjandi og þar af leiðandi styrkþegi og flókið það bara erfitt að breyta eða það bara copy-pasta alla umsóknina aftur yfir í rétta þannig að best að byrja bara strax á réttum stað á réttum íslykli. Þetta á þetta sérstaklega við þá sem að kannski sækjum fyrir fyrirtæki eða stofnun eða eitthvað slíkt að sækjum á réttum íslykli. Hérna svona aðeins farið yfir ferli frá umsókn til verkefnisloka. Við fáum hérna umsóknir berast til okkar, það 3. október og þá fer fagráðið yfir hver einustu umsókn og metur þær. Síðan það stjórnin sem að samþykkir þessa úthlutun á þeim og úthlutun þá tilkynnt umsækjendum og við höfum tekið upp á því að vera núna með svona úthlutunarkynningu sem að bara live og þá kynnum við og gerum það örugglega aftur og endilega fylgist með auglýsingum það núna á næsta mánuði. Síðan það ráðgjafarnir og byggðaþróunarfulltrúarnir sem við vorum að kynna áðan sem að aðstoða okkur við að uppfæra verkefnið með að úthluta styrkupphæð þegar það lýst styrkur og þá samningur gerður við styrkþega og vinna hefst við verkefnið og þá þegar vinnan komin vel af stað, þá bara hægt að fara að senda inn áfangalaðið lokaskýrslur til þess að fá greiðslu og greiðsla kemur ekkit, það ekkit greitt fyrirfram, það fyrst greitt eftir áfangaskýrslum. Þá það byggðaþróunarfulltrúar og ráðgjafar sem að samþykkir skýrsluna og svo þarf að samþykkja það líka inn á skrifstofu SAS áður en að greiðsla berst. Það tekur svona 1 viku við það bil. Og ef verkefnið lokið þá það bara þannig, ef ekki þá hægt að halda bara áfram þessum hring og taka næstu og lokaskýrslu. Það hægt að skila þessum nokkrum áfangaskýrslum, það fer eftir eðli verkefnis og upphæðum og svona. Og hvers að vænta? Við erum að veita það bil 80 milljónir árlega úr sjóðunum og þetta þessar 2 úthlutanir þannig að þetta eru 40 milljónir í hvort skipti. Við höfum verið að fá alltaf 200-300 umsóknir á ári það heila þannig að helmingurinn eða rúmlega jafnvel að fá styrkveitingu, eins og segjaði 52-72% árangurshlutfall og menningin svona líklegri til þess að hljóta, það eru fleiri þar sem að fá styrk en í atvinnu og nýsköpunarhlutanum og það oft svona stærri og flóknar umsóknir líka. Já, það sem sagt helmingur sem líka það yfirleitt ekki alveg full fjármögnun en það fyrst og fremst vegna að við erum að fá það margar umsóknir inn og við höfum bara þessar 40 milljónir til skiptana þannig að yfirleitt lækkar upphæðin eitthvað og þá hægt að meta það bara í hvert skipti hvernig það leyst, það hægt að minnka verkefnið og það gert það bara í samstarfi við byggðaþróunarfulltrúann. Þannig að við erum líka að fá bara yfirleitt mjög góðar umsóknir þannig að þetta bara frekar erfitt verkefni að velja og skipta þessu á milli allra sem að senda inn þessar góðu umsóknir þannig að meðal fjárhæðin svona frá 500-900.000 og uppbyggingarsjóður svolítið hugsaði sem svona fyrsta skref í sjóðakerfinu þannig að þetta líka svolítið hugsað bara sem svolítið start að koma kannski hugmynd á næsta stig og taka skrefið. Og svo þetta aðrir sjóðir sem að hægt að sækja hærri upphæðir en það alltaf einhver verkefni sem að hljóta hærri styrki líka þannig að þetta svona meðal upphæðin 500-900.000 og þá aftur eftir það aðeins hærra atvinnuþróunarmegin og nýsköpunarmegin og lægra menningarmegin. Og við erum að fá töluvert fleiri umsóknir í menningarstyrkina og þar alveg meðaltali líka öðru sig og sjá Við erum að fá 120 umsóknir þar á síðasta ári en 59 atvinnuþróun og nýsköpun. Og eins og sagðum áðan þá hámarkið 2,5 milljón per verkefni. Eða hver styrkveiting. Þannig að hver þá næstu skref? Þetta fyrsta lagi bara að melta hugmyndina og byrja komin niður á blað og byrja það þetta bara allra fyrsta en við hvetjum fólk eindregið að lesa úthlutunarreglurnar því að þær
bara það skiptir rosalega miklu máli að skilja það eru bara örfá blaðsíður og ein blaðsíða aftast sem að annaðhvort menning eða atvinnuþróun nýsköpun, þannig að það er sérstaklega svona kafið það hverjar eru áherslurnar og hvernig getur maður skrifa umsóknina þannig hún svona passi við sem bestu sjóðinn. Og svo þetta einmitt, bara byrja umsókninni og móta verkefnið og hvetjum ykkur að panta tíma hjá ráðgjöfunum okkar og fá aðstoð eða yfirlestur. Og svo þetta ekki gleyma að skila bara inn umsókninni fyrir klukkan 4, 3. október. Það eru 3 vikur í það, þannig að það er góð tími að þið byrjið í dag eða bara í þessari viku. Þetta er heimasíðan okkar sas.is/uppbyggingarsjóður, það er líka hægt að fá, það er hægt að panta tíma í ráðgjöf þar, íta á sækjum til að sækjum. Það er líka ráðgjafa síða þar sem er hægt að fara í gegnum uppbyggingarsjóðin og við erum búin að fara í gegnum umsóknarferlið, umsóknareyðublaðið í skrefum. Svo hvetjum ykkur líka bara að fylgja okkur á samfélagsmiðlum og þar erum við þakklálega duglega að setja inn allar þessar auglýsingar um fundi og eins bara myndir á skemmtilegum verkefnum og svona, þannig að þið getum fengið hugmyndir. Þannig að meira er það ekki í dag nema að séu spurningar. Og að lofa að halda þessu innan við hálftíma, þetta er svona hádegisfundur. Þannig að ef það eru einhverjar spurningar, ég er ekkert komið að það í spjallið, þannig að mögulega var þetta bara nokkuð skýrt. Þá held ég að við bara segjum þetta gott í dag og þökkum kærlega fyrir, hvetjum ykkur þess að sækja og setja ykkur í samband, bara takk kærlega fyrir í dag, þangað til næst.